Daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum hér eftir að ræða við Andrés Magnússon, lækni sem var einn af þeim sem vörðuðu við því að ástandið á íslenska hagkerfinu væri kannski ekki eins gott og menn héldu og skuldirnar óskaplegar og eignirnar kannski svona frekar veikar. Við ætlum að fara yfir íslenska ríkiskerfið með sérfræðingi Ólafi Reyni Guðmundsssyni. Hann hefur í rauninni bilana greint ríkiskerfið á Íslandi og framsetning hans á því öllu er mjög merkileg. Við tölum við Jón Ólafsson, prófessor í heimspeki, og svo fáum við hérna í lok þáttar Alex Jurseski sem er alþjóðlegu sérfræðingur í skuldum þjóða og förum yfir skuldastöðu Íslands og ýmislegt því tengt með honum. En við byrjum hérna með þér, Andrés, velkomin. Ég hef nú gaman að rifja upp að þú varst hérna í þætti hjá mér talsveit löngu fyrir hrun og varst að tala um skuldir og eignir og ég man ekki, ég held að þú hafi fengið leiðaráði í Fréttablaðið og ég verið að draga fram einhverja menn sem að vissu ekkert í sin haus og hérna væri bara einhverju villsingar en það kom í ljós seinna að þú hafðir rétt fyrir þér þar og menn hefðu kannski betur hlustað. Ég man að það viðtal vakti mikla athygli og þú ert nú ennþá að pæla í þessum samfélagsmálum og ég veit að þú hélst ræðu á Austurvelli fyrir viku og á útifundi. Hvað varst að segja þar? Þakka fyrir Egill. Það kemur nú ljósa eftir að þetta var ekki mikill galdur að sjá hvernig staðan var á sínum tíma. Sína minn tíma eftir það. En þetta var á vegum ýmissa samtaka, til dæmis hagsmunasamtök heimilanna, og það hefur verið að biðja það að það veri gert eitthvað til þess að bjarga skuldastöðu heimilanna. Það stefnir í að þúsundir heimila fari í gjaldþrot. Og þegar maður er að labba Reykjavík, þá sér maður öll verðmætin hér ennþá. Þau eru eins og það hafa alltaf verið. Það var engin tsunami sem skolaði burtu byggingum, það var engin eldgos, engin jarðskjálftar. Þannig að öll verðmætin eru hérna ennþá, sem er búið að byggja upp kynslóð eftir kynslóð. Og það hlýtur einhver að eiga þetta. Og þetta er hinn raunverulegu verðmæti. Þannig að það ættu að vera til nægir peningar í landinu, svo fremur sem það er ekki búið að koma erlendis. Það verður þá landráð eða það verður búið að koma öllum eignum Íslendinga fyrir erlendis. En þannig að það er ýmislegt gert til þess að fá pening í kassan. Það er erfitt fyrir ríkisstjórnina að bjarga heimilinu vegna þess að það er svo lítið til að peningum. Það er allt í bullandi mínus. Og hvað er búið að gera? Jú, það er búið að ganga launafólki, venjulegum Jóni Jónssyni, ýmsar aðgerðir í gangi. Til dæmis laun hafa verið lækkuð, skattar hækkaðir. Á mínu vinnustæði er búið að taka yfir yfirvinnu, bílastyrki og samningar sem átt að gangi gildi hafa verið látið ganga tilbaka. Það er búið að gera sértækar aðgerðir gagnvart almenningi. Og hjóli í almenning. Og hjóli í almenning. En þeir sem urðu ríkir á fallinu, þeir sem ollu þessu, það er ekki búið að gera neitt sérstakt þar. Og ef maður spyr stjórnvöld, þá segja þau, jú, það er verið að fara í mál við þau, lögsóknir. En það er, ég meina, voru þeir hafnir yfir lögin áður. Er það ekki bara ósköp eðlilegt? Það er verið að gera við mig og þig líka. Það er nauðungarsölur og bankarnir eru í málum við almenning líka. Þannig að það er ekki búið að gera neitt sértækt við auðmennina eins og var gert við allan almenning. Og þetta er dálítið skítur skökku við. Til dæmis hafa oft verið sett neyðarlög á Íslandi. Sjómannaverkfalli, kennarverkfalli, og nú er hrópað á neyðarlög eftir verkfalli búið að vera í örfá daga hjá hjá flugumferðarstjóra. En þegar svona ofboðslega sérstök staða kemur upp, að það er svona ofsalegt eignarnám, að þetta eignartapið er bara eins og eftir styrjöld, að það er ekki sett neyðarlög. Það mætti til dæmis setja eignarskatt á tekjur sem hafa myndast við skortstöðusamninga. Það mætti láta til dæmis endurgreiða útgreiddan arð sem síðar hafa fallið á fyrirtæki sem síðar hafa fallið á landsmenn og ríkisbanka og á almenning þannig. Láta það ganga tilbaka slíkar arðgreiðslur og margt í þeim dúr. Þú ert að meina að menn sé ekki að nota
þá möguleika því úrræði sem hægt er að nota. Já, ég vil meina það og ef Steingrímur J væri almennilegur verkalýðsforingi að þá ætti hann alltaf að fara til Noregs og segja almenningi í Noregi þið sem að nurla saman þessum skatti því ekki að vera að setja þessa peninga til Íslands það bara eins og að styrkja eitthvað Afrikuríki og allur styrkurinn fer til höfðingjans og einhverja fámenna frænda hans og akkur eftir þeir norskur almenningur vera að setja peninga til Íslands bara svo íslenskur almenningur gangi ekki að sínum auðmönnum sem eru hér, þeir eru ennþá stærstu aktörarnir í fjárfestingum og þeir eru að kaupa fullt af fyrirtækjum og reka fullt af fyrirtækjum til dæmis ennþá eiginlega alla fjölmiðla. Mér finnst að það væri eðlileg krafa almennings í löndunum sem við gerum kröfum að hjálpa okkur að við gengjum fyrst af okkar eigin mönnum. En svo segja menn það má ekki setja afturvirku lög og það er flókið en það er hvergi verið að vinna í þessu. Það tekur tíma að finna lausnirnar og það þarf að setja niður nefnd í öllum stjórnmálaflokkum það hvernig er hægt að nálgast þessar eignir. Í alvestafalli að þá er hægt að breyta þjóðskránni. Breyta stjórnarskrá. Og það kostar tvennar kosningar og svo framvegis. En það er líka hægt að skilgreina þetta sem landráð eins og oft hefur verið talað Þetta sem sé eignarnám sem samsvarar stríði. Það hefur komið fram að í rauninni ekkert ríki hefur upplifað aðra eins efnahagskreppu eða annars efnahagshrun á Íslands. Þetta er algjörlega fáheyrt. Stærðargráðin er algjörlega fáheyrt. Stærðargráðin í okkar þessi litla landi er svipað og bankahrunið í Svíþjóð. Þó við framreiknum á núvirði. Þetta er land sem er 30 sinnum stærri en Ísland. Og þannig að þetta er alveg ofboðslega sérstakar aðstæður. Og menn hafa breytt landslögum hér til þess að vera hægt að selja sparisjóði og bank og allt mögulegt og fólki finnst allt til að breyta lögunum þegar það hentar henni sterku en þegar fólk, það virðist vera miklu erfiðara hinleiðin að almenningur setji þau lög til þess að ná til sín eignum sínum aftur. Það var hægt að breyta lögunum til að sparisjóðirnir kemist til að féð án hirðis rataði þá til hirðanna. En langar nefnir þessu sambandi að þessar hagfræðikenningar sem að menn hafa notað, það miðast við það að við fátæk lönd sem vera að byggja upp auðsinn. Það er alveg hárrétt. Í gamla daga þá var ekki hægt að vera ríkur í Íslandi nema að skapa raunveruleg verðmæti. En í dag þegar eru til verðmæti þá er miklu arðvænlegra og miklu fljótlegra að ná til sín þeim verðmætum sem fyrir eru. Og þessi menn sem eru ríkastur í Íslandi í dag, þeir hafa ekki verið að skapa verðmæti. Marel og Össur og þessi fyrirtæki sem eru að skapa verðmæti, þetta eru smákóngar í dag. En hinni stóri menn, þeir hafa bara verið að taka til sín verðmæti sem fyrir voru í landinu. Og ryksuga upp. Og við verðum sem sé að endurnýja þennan samning að sem sé þú getur orðið ríkur við það að skapa verðmæti og líka það er ákveðin áhætti í því. Á Íslandi hefur líka verið þannig að menn hafa búið svo hnútana að það er engin áhætta. Til dæmis nýlegt dæmi það að menn stofnuðu hlutafélag, fengu lán í banka og þeir voru búin að tapa 26.000 földu hlutafénu sínu. Og síðan stofnaði menn bara nógu mörg hlutafélag og svo heyrði það gróðanum þeim sem gengur vel og lætur þeir sem illa gengur fellur á bankan og ríkið og þig og mig. Þannig það er engin áhætta. En þá verðum við að segja að áhættan er einmitt svo að fólk samþykkt ekki. Og þannig við þurfum að ná þessu fé tilbaka. Annars sem við ætlum að tala það voru lífeyrissjóðir og maður þú hefur nú reyndar verið að skoða dálítið það hvernig menn óperuðu innan lífeyrissjóðana og það er náttúrulega mjög sérkennilegt að alveg fram á síðasta dag eru menn að fjárfesta í fyrirtækjum sem að virðast vera glötuð og síðan hitt að því að núna kom fram skýrsla í vikunni skorstuðu bankana gegn íslensku krónunni og því beinir sætti fram að þeirra við fellt krónuna markvisst og aftur eru lífeyrissjóðirnir að láta plata sig þarna og segðu mér frá.
Jú, minn lífeyrissjóður, það voru eiginlega tvenns konar lífeyrissjóður til í landinu á þessum tíma. Það voru sem sé venjulegi lífeyrissjóður og síðan voru lífeyrissjóður sem voru í vörslubanka, þar sem bankin var sem sé verndari lífeyrissjóðsins. Og í þeim lífeyrissjóðum voru líka fulltrúar frá bönkunum. Og í mínu lífeyrissjóði til dæmis, kringum hrun, var stjórnarmaður sem að sjálfur taldi að skynsamlegast fyrir sinni eigið fé að selja sín hlutabréf í bönkunum og breyta sínum krónum, íslensku krónum í norskar. En samtímis sem sé lífeyrissjóðurinn að heldur öllum sínum skuldabréfum í bönkunum og tekur skortstöðusamning með íslensku krónu. Veðjar á íslensku krónu muni styrkjast. Alveg þveröfugt við þennan valdamikla stjórnarmann. Já, sem helsti ráðgjafinn. Og ég búinn að vera að berjast í þessu máli núna í 1,5 ár og við höfum verið að spjalla saman að þetta, ég og stjórnarmenn. Og mér finnst að ég þurfi að vita hver fekk að taka skortstöðuna gegn mínu lífeyrissjóði. Við vitum það að yfirleitt voru það innstu koppar í búri bankana sem fengu að taka skortstöðuna á móti þessum lánlausu mönnum sem var búið að véla til þess að taka skortstöðu með krónunni. Og var það eins í mínum lífeyrissjóði að það voru innstu koppar í þessum banka, þar sem lífeyrissjóðurinn var, sem fengu að taka skortstöðuna gegn lífeyrissjóðunum. Og ég get ekki skilið að hverju þarf að fíla bankalindi yfir einhverju sem ég þarf að borga. Nei, en bankalindin, það bankalindin sem kemur í veg fyrir að þú getur fengið þessu upplýsingar. Já, þessu væri hægt að breyta til þess með neyðarlögum alveg í 1, 2 og 3 á einni nóttu. En það skýtur skökku við sem sé, ég get ekki fengið upplýsingar hverjum ég að borga. Mín iðgjöld fari að borga gjaldeyrisskiptasamninga og ég veit ekki hver að fá það. En reynslan sýnir að það voru einmitt innstu koppar í búri bankana sem að sjálfur sem fengi að taka skortstöðutökuna og þessi stjórnarmaður var vel tengdur, hann var mjög háttsettur í stjórn þess banka sem að minn lífeyrissjóður er. En það er nú alveg makalust einmitt með, og svo þetta að lífeyrissjóðurinn skuli síðan hafa verið að fjárfesta í fyrirtækjum alveg út undir grófa dauðan annars. Og það er svolítið mótsögn að það er mjög skýrt tekið fram að lífeyrissjóður skuli ekki fjárfesti áhættufyrirtækjum og þetta eiga að vera mjög trygg viðskipti, en það má líka segja að öll viðskipti með íslensku krónuna, öll viðskipti sem byggjast á íslenskum gjaldmiðli séu áhættuviðskipti. Þannig líta allavega erlendir aðilar á að öll viðskipti á Íslandi séu áhættuviðskipti. Og fyrir hrun þá voru erlendir aðilar að fá sem sé 33% arð á sínum fjárfestingum á ári. Ár eftir ár eftir ár er meðaltal allra fjárfestinga 33%. Það gerist bara í bólahagkerfum og það er slíkan arðfærðu bara í áhættu fjárfestingum. Þannig að þetta var allt eitt áhættuspil. Ég myndi segja það og þá kemur þessi spurning, eru lífeyrissjóðir til þess að byggja upp atvinnulíf á landinu og halda fénu innanlands, eða eru til þess að tryggja fólk og það er ekki víst að ég geti sinnt þessu hvoru tveggja. Nei, við ætlum að sjá mynd sem að þú allar að skýra út fyrir mér. Þetta er við fáum hann í skerminn. Þetta er sem sé hrein skuldastaða þjóða, þetta er sem sé nettóeign og þarna sjáum við Japan og Ekki fara svona ég held að sé bara hægt að keyra þetta á einu hraða. Og þarna í miðjunni þá eru sem sé þau sem eru skuldlaus eins og Kína og nú erum við að koma að ríkjum þar sem er fjárlaga, sem sé halli, til þess Bandaríkin með 35% af vergri landsframleiðslu í mínus. Nú erum við komið sem sé mínusmegin við núllið og þarna eru ríkin Kongó og svo framvegis og þetta eru skuldir í ríki og þetta er sem sé, þetta er 2004-2005. Þetta er 2004-2005? Já, og þarna er sem sé Ísland eitt ríkasta land í heimi að við höldum, eignasta, en það skýtur mjög skökku við að langfátækasta ríki heims á 2004, 2005 og 2006 er Ísland. Það er þarna í neðsta sæti. Margir halda að ég hafi verið að tala þarna skuldir, en þetta er nettóstaðan. Þetta er sem sé eignir á móti skuldinni, eða skuldir á móti eignum. Þetta er eignir skuldir á móti eignum og Ísland er þarna í næsta sæti. Í næsta sæti. Og þetta er árið 2004-2005. Þetta er 2004, það eru nokkra súlur fyrir Ísland þarna neðst. 2004. Maður sjá þetta aftur og þetta er sem sagt og þessar tölur eru frá? Þetta er frá Seðlabankanum. Þetta er frá Seðlabankanum. Já, sem þá var náttúrulega Hagstofa en það var ómögulegt að fá þessar tölur birtar. Og þetta er sem sé 2004-2005, þetta er akkurat þegar greiningardeildir bankana að tala íslenska efnahagsævintýrið og ráðleggja fólki að kaupa hlutabréf í bönkum og fjárfesta á Íslandi
og já, þarna sjáum við þetta aftur sem þetta hrein skuldastaðan. Er þetta renna líka? Já, þetta rennur aftur í gegn, já. Þarna sem sé ríku ríkin, Sviss, Japan, Noregur og þarna erum komin í mínus, Kína er nokkurn veginn í 0 og öll stóru rík, þarna í mínus eru mjög þung hagkerfi sem vega mjög mikið eins og Bandaríkin og það má melja ein mynd segir meira en 1000 orð en sem sé, þetta er mitt í halelújakórnum. Þá er þetta skuldastaðan? Þetta er skuldastaðan. Inn í þessum tölum er ekki það sem er búið að smyrja inn af viðskiptavíld og aðrar óefnislegar eignir. Þetta er sem sé með gamla góða bókhaldinu og það kemur í ljós að það hefur tekist að fyrir hverja krónu sem að útrásarsreikningar tók að láni tókst samkvæmt tölum Seðlabankans að búa til verðmæti fyrir 80 aura. Og útlendingar á Íslandi voru að ávöxta sko 6-falt betur, fór 6-falt meira ávöxt af sínum fjárfestingum heldur en útrásarsvíkingarnir erlendis. Og það var mjög erfitt að koma þessu mynd, þetta er sem sé árið fyrir hrun, sem þessi mynd birtist á heimasíðu Seðlabankans. Vonust að fá þetta birt í nokkrum fjölmiðli. En þetta er strax orðið svona 2004? Já, þetta fyrsta talan sýnist mér 2004, þá erum komið í bottsæti og svo erum við lang mest í bottsætinu 2006. Og þá má maður líka segja að eiga ekki fagfjárfestar lífeyrissjóðanna að þekkja þessar tölur, er þetta ekki allt saman mjög áhættusamt. Og við sjáum þá kannski á næstu mynd þessar rosalegu skuldir sem við vorum búin að koma okkur í hvernig fjárfestingum voru þær. Það kemur hérna hættir, Þannig, þetta er áhættufjárfestingar. Þetta er, hvaða ríki heims hafa stærstan hluta af sínum auð í áhættufjárfestingum og þannig er Sádi-Arabía númer 1, það er áhættusæknasta ríki í heimi. En númer 2 er Ísland, mér finnst það vera 2006 og 2005. Þarna erum við númer 2 í heiminum. Og síðan eru önnur áhættusækin ríki eins og Bandaríkin, Þýskaland, og svo miklu neðar, þetta er 122 ríki og við erum þarna í öðru sæti. Þannig að við erum bæði með ofboðslega mikið af lánum og litlar eignir á móti og það sem við erum með í lánum er í áhættufjárfestingum. Og við vitum það, reynda að vita, lítið að tala um íslenska fjölmiðlum, en hagkerfi heimsins ganga alltaf í sveiflum. Það eru góðu tímar og svo síðan kemur niðursveifla. Og þetta var nokkuð ljóst að þetta myndi fara fjandans til í næstu niðursveiflu. Og ég held að eigendur bankanum hafi verið ljóst eftir að sjá þessa stöðu að íslenska krónan gæti aldrei staðið. Það myndi hér allt hrynja og þar með gjaldeyririnn. En út á þetta eru þeir að borga sér opbóðslega peninga í raun og veru. Já, þú gerir það þannig, þú tekur lán og svo smyrði inn viðskiptavild og segir það var opbóðslegu gróði og svo tekur þú væna slummu í eigin vasa. Og þessi peningar sem er búið að greiða út í arð og ofurlaun og svo víðar og svo framvís, þau eru ennþá til í samfélaginu. Og mér finnst það algjör aumingjaskapur að reyna ekki að vinna því að ganga og fá þessa peninga fyrst. Mér er að segja Læknafélag Reykjavíkur sem er mjög íhaldsamt félag og þegar við komum óskilum sparnað þar, þá var á fundi þar, þetta vissilega verið gott, alltaf gott að veita aðhald, en við gerum það kröfu til stjórnvalda að þeir gangi fyrst að þeim mönnum sem hafa auðgast mjög í landinu við að koma þessu ástandi á, áður en gengi verið að starfsmönnum Landspítalans. Andrés, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn, ánægilegt að fá þig hingað. Takk.